Já, komið sæl og velkomin í eitt og annað. Bræðslan, hún næstu helgi, allavega þegar þetta tekið upp og því tilefni ætlum við að vera á Borgarfirði Eystri í þessum þætti. Hún Elísabet, hún flutti frá Borgarfirði Syðri á Borgarfjörð Eystra og hún veit meira hvað áhugavert við staðinn. Við ætlum að gefa henni orðið. Við erum mætt til Borgarfjarðar Eystra en þar eru skráðir íbúar í kringum 100. Þó að íbúum hafi fækkað allört síðustu áratugi hefur íbúafjöldinn staðið nokkurn veginn í stað síðustu ár en undanfarið hefur verið lögð mikil áhersla á jákvæða samfélagsþróun með það markmiði að fá nýja íbúa til að setjast að í sveitarfélaginu. Fyrir 4 árum síðan flutti hingað Elísabet Dögg Sveinsdóttir mannfræðingur alla leið frá Borgarfirði Syðra og hefur síðan þá heldur betur verið virkur þáttakandi í samfélaginu. Hvað var til þess að þú ákvaðst að flytja á Borgarfjörð? Já, sko, ég ætlaði náttúrulega aldrei að flytja hingað. Ég kom fyrst í 2 sinnum á bræðsluna og var svona pínu hrifin. Svo fór ég í ferðamálafræði á Hóla og þurfti þar að taka verknám. Og þá bara beit ég í mig, ég skildi taka það hér. Þá þurfti ég að finna eitthvað sem hefði vinnu og húsnæði. Og það var hann Skúli, heitinn Sveinsson, hérna á Borg, þessu húsi. Hjá Skúla vann Elísabet sumarið 2014 og sá að mestu gistiheimilið Borg. Frítíman nýtti hún síðan í að ganga á fjöll, en það þurfti nú að æfa sig fyrir næsta ævintýri. Ég var búin að skrá mig í 4 daga fjallgöngu í Perú og það var ekkert annað, ef ég ætla að lifa hana af, þá yrði ég að hreyfa mig. Þannig að ég labbaði hérna öll fjöll, bara nánast og nokkrum sinnum. Okay. Og tók mér svo til sumar eftir og var svolítið að leiðsegja sko. Og finnst þetta alveg ofsalega gaman sko. En svo ger ég stundum grína, ég hef nú ekki labbað mikið síðan sko, hvort ég hafi bara labbað yfir mig. En þú ert allavega fróð þessi fjöll núna? Ég veit meira þennan Borgarfjörð heldur minn, þó að ég skömm að segja frá því. Eftir verknámið og utanlandsferðina var planið alltaf að setja stað í Reykjavík, en það var eitthvað á Borgarfirði sem togaði í hana og þar hefur hún verið síðan. Hvað ertu að gera núna hérna á Borgarfirði? Núna vinn ég hérna á gistiheimilinu Blábjörg og sé svona það fyrir þau eiganduna. Og búin að vera þar núna í næstu 1,5 ár. Þú ert búin að vera samt út allt, vinna á fleiri stöðum? Já, það var svona einhvern veginn aldrei grundvöllur fyrir mig að vera hérna veturnar. Þannig að ef ég ætlaði að vera þá þurfti maður svolítið að gera hvað sem var. Ég er búin að prófa að vera grunnskólakennari og svo fór ég í fiskinn og búin að prófa að beita. Og já. Áttu ekki alveg við þig? Nei, ekki alveg. Ég sveitastelpa, ég hef ekki þekkt sjóinn vel áður. En þannig að þú ert í heilsársvinnu hjá Blábjörg? Já, það var þegar við buðum við það, þá var það svona grundvöllur fyrir mig að búa hérna allt árið. Elísabet situr aldeilis ekki auðum höndum en hún er í verkefnastjórn brothættara byggða á Borgarfirði. Markmið verkefnisins er meðal annars að fá skoðanir íbúanna sjálfra á framtíðar möguleikum heimabyggðarinnar og leita lausna. Svæðin sem falla undir þetta verkefni eiga það öll sameiginlegt að þar hefur á síðustu árum orðið mikil fólksfækkun, skekkt aldursdreifing og skortur á húsnæði svo fátt eitt sé nefnt. Við erum 2 sem vorum kosin af íbúum í þessari stjórn. Við erum 7 í stjórn með verkefnastjóra. Og sko, við héldum íbúaþing í vetur og það tókst alveg rosalega vel. En megin, númer 1, 2 og 3 þá var við fengjum aftur verslun. Verslun lokaði síðasta haust og það er ekkert allir sem eru skreppa í Egilsstaði reglulega til þess að versla inn. Þannig að við erum núna með góðri aðstoð, búið að kaupa gamla pósthúsið og við stefnum að opna vonandi í byrjun júlí. Okay. Þannig að það er svona helst á dögunni núna? Já, það er svona búin að fara mikið púður í það og fer aðeins áfram. Svo veit ég, það eru svo allir að fara detta í sumarfrí og svona, þannig að það kemur svona trukkur át í haust. En við erum samt svona að skoða ýmis mál, það þarf að skoða húsnæðismál og það þarf að skoða atvinnumál og eigum við að opna safn eða hvað ætlum við að gera? Ég hef örugglega einhverja aðra sýn með því að vera búin að vera svo stutt hérna. Og mér finnst náttúrulega það eru ofsalega fá börn í grunnskólanum og okkur vantar fólk með börn. Og það er svolítið svona hvernig við getum selt þá hugmynd að það sé jákvætt að vera á svona litlu stöðum með fá börn, að það sé ekki bara
það sé hægt að gera svo margt og það gefum svo margt. Ég til dæmis, við vorum náttúrulega fleiri hér en á Hvanneyri þar sem ég var í grunnskóla, en við vorum samt frekar fá, en ekki eins fá hér. En ég held sko, það voru ekki svona fáir krakkar, þetta hefur bara farið svo fækkandi á svo stuttum tíma sko. Þannig að við þyrftum vel aðeins að rífa þetta upp aftur. Já. Og sérðu, þú veist, er verið að vinna markvisst að því? Sko, við stefnum að því í verkefninu og hérna sem heitir ekki, þetta er ekki brot, þetta byggði lengur, þetta heitir sem sagt enn betri Borgarfjörður. Þannig að stefnan er einmitt þetta, hvernig við eigum að fá fólk, en á sama tíma þá höfum við ekki mikið húsnæði. Þannig að þetta er svona samtvinnast allt saman, við verðum bara einhvern veginn að finna lausn. En hvernig ætli það sé að flytja í svona lítið samfélag? Sko, ég náttúrulega þekkti engan, ekki einn. En hérna, ég náttúrulega er úr sveit og hef svo búið mikið í Borgarnesi. Þannig ég segi bara fór úr einu Borgarfjörð í annan. Og þannig ég þekkti svona, þetta er náttúrulega, já, miklu minna en ég hefði nokkuð tíman. Þetta tók tíma og tekur tíma. Ég er alltaf aðflutt. Það er alveg svo leys. Og það er líka alltaf leið. En fólk tók þér opnum örmum. Já, já, það gerir það, já, já. Og þú átt mann núna hérðan. Já, ég og kærasta. Ertu bjartsýn fyrir framtíð Borgarfjarðar? Já, ég er það. Ég er það. Við fáum búð í sumar og svo, ég veit að við eigum vona á nýjum íbúðum í haust, eða sumar og í haust, þannig að það er bara... En af hverju ætti fólk að flytjast á Borgarfjörð? Það er bara svo gott að vera hérna. Það er bara, já, ég geti ekki útskýrt einhvern veginn öðru í sig. Það er bara svo ofsalega gott. Og það er allir sammála því. Ég fekk hérna 12 vinkonur á sunnan í heimsókn síðustu helgi og þær voru alveg að kaupa þetta sko. Það var alltaf, nú skiljum við hvað þú ert að gera hérna. Það hefur engin skilið það. Mamma hringir reglulega, jæja, nú er þetta gott, komdu heim. Þannig að, já. En þú ert ekkert á leiðinni neitt? Nei, það held ég ekki. Það held ég ekki. Líður bara vel hérna? Mjög vel. Ég held að flest tökum þessi sjálfsögðum hlut að geta gengið út í búð og keypt okkur eitthvað þegar okkur vantar einhvern ákveðin hlut. En það að vera með búð er bara alls ekkert sjálfsagður hlutur og það vita þeir á Borgarfirði eystra. Fjöldi fólks var samankominn við gamla pósthúsið á Borgarfirði á dögunum en þar fögnuðu Borgfirðingar og fleiri opnun nýrrar verslunar sem fengið hefur það einfalda nafn Búðin. Engin verslun hefur verið á staðnum í vetur og þetta því ákveðin tímamót fyrir Borgfirðinga. Það eru íbúarnir sjálfir, brottfluttir og velunnarar sem hafa sameinast að endurvekja verslun á Borgarfirði en utanum hana hefur verið stofnað einkahlutafélagið Gusa. Hjónin Einfríður og Krister eru aðal driffjaðrirnar en Einfríður er ættuð frá Borgarfirði og eiga þau sumarhús í þorpinu. Já, það var á íbúaþinginu hér í vor. Þá var það fyrsta mál, eða það sem var efst á baugi hjá íbúunum, að það væri það vantaði hér verslun. Og það þótti öllum slæmt og ásýnd þorpsins er verri utanfrá fyrir túrista á annað og náttúrulega allra verst fyrir eldra fólkið hér sem á erfiðara með að sækja verslun til Eysta. Síðan var þetta hús auglýst til sölu og við lásum auglýsinguna og það stóð að það væri hægt að breyta þessu íbúð fyrir ferðamenn. Og þá hugsaði maður með sér að það bara má ekki ske að eina húsnæði hér í Borgarfirði sem hendar fyrir verslun yrði breytt í ferðamanna íbúðir. En það er nóg af plássum fyrir ferðamenn. Þannig að við hjónin ákváðum að festa kaup á þessu húsi. Og í framhaldi af því var stofnað þetta einkahlutafélag sem að nú held ég að séu 70 og eitthvað eigendur. Og nánast allir hér í þorpinu pluss velunnarar Borgarfjarðar nær og fjær sem hafa lýst áhuga sínum að vera með. En hvað hefur þetta ferli tekið langan tíma? Það var gengið frá húsakaupunum 1. maí eða mánaðamótin apríl-maí. En þetta fór í fullan gang bara 2. júní, eitthvað svoleiðis, 2.–3. júní að byrja að standsetja. Þannig þetta er búið að taka svona, já, 4 vikur. Og allir bara fúsir að hjálpa og gera sér? Bara allir, búinir að maður sofnaði frá hamarsökum og vaknaði við hamarsök þegar var verið að klára pallinn í gær. Og hann kláraðist nú ekki fyrir náðan. En hvaða máli skiptir það að hafa búð á Borgarfirði? Það er rosalega nöturlegt að þegar sérstaklega fyrir ferðamenn, eða þurfa að segja ferðamennum hér er engin verslun. Það er alveg nöturlegt þegar það hefur verið búð hér
í yfir 100 ár. Borgfirðingar vilja sínu þorpi alltaf besta og vilja absolutt að það sé hér verslun. Þannig við vonum líka að þeir komi og versli svo. Einfríður segir sumarið verða ákveðin prófstein fyrir verslunina og ætlunin að hafa opið alla daga vikunar þar sem eftir sumars. En í vetur þá þarf ekki að vera opið alla daga, þannig að það verður kannski opið 3 í viku og síðan opnað eða koma hópar eða, já, þetta á að reyna að vera að hafa þetta sveigjanlegt og þægilegt fyrir alla eins og hægt er. Það verða 2 starfsmenn hér til að byrja með, svo náttúrulega þegar þetta orðið stærðar búð þá kannski þurfum við að ráða fleiri. Nei, það að verða 2 starfsmenn til að byrja með. 1 verslunarstjóri sem að tekur svona megin partinn og þau verða 2 til að byrja með og síðan þurfum við bara að endurskoða þetta svo það verður náttúrulega, við vitum náttúrulega að róðurinn á veturna það sem erfitt, þó að sé erfiðast að manna búðina á sumrin en að halda sjó yfir veturinn verður flókið þannig að sú sem að verslunarstjóri verður að vita hvað borgfirðingar ætla að hafa í matinn. Það bara þannig. Aðspurð segist Einfríður halda að fólki lítist bara nokkuð vel á nýju verslunina. Það allir rosalega ánægðir og allir hafa komið sko bara sem vettlingita valdi, hafa komið hér og hjálpa til og þeir sem ekki gátu smíða þeir komu með vöfflur. Þannig að það allir búin að hjálpa mikið til og það búin mikil ánægja með þetta framtak að starta þessu. Það vantaði bara einhvern til að starta þessu. Hvernig líst ykkur á nýju búðina? Mjög vel. Hún vel máluð og mjög flott. Það var flott á litin allavega. Hvaða máli skiptir að hafa búð á Borgarfirði? Það skiptir auðvitað mjög miklu máli. Það rosa langt í næstu búð og leiðilegt að þurfa að keyra oft í viku til að versla í Egilsstaðum. Sérstaklega þegar veginir eru ónýtir. Það skiptir náttúrulega bara öllu máli að það sé búð þar sem maður geti keypt sér það sem maður þarf. En hvernig fóruð þið að síðastliðinu vetur? Við þurftum bara að keyra í Egilsstaði og okkur vantaði eitthvað. Hún þurfti alltaf að versla mjög mikið í einu sem ekkert gaman. Og það bara pirrandi að þurfa að keyra svona langt. Erfitt að hafa ekki búð. Þannig að við erum mjög glöð að fá aftur búð. Spennt fyrir þessu. Ég náttúrulega sveit þannig að ég var alveg vanur þessu. Þá var bara að fara í Egilsstað á föstudögum og keypt fyrir vikuna Borgfirðingar þekktu þetta ekki, þannig að þeir voru bara alveg svo ósjálfbjarga. Við vissum ekki hvernig við ættum að vera. Bara eins og að velta rollur En ykkur líst vel á þetta? Já, þetta mjög spennandi. Hvernig líst ykkur á nýju búðina? Mjög vel. Þetta bara frábært. Þetta frábært að vera búin að hafa verslun hérna aftur á staðinn. Æðislegt. Og hvaða máli skiptir það fyrir Borgfirðinga að hafa verslun? Það skiptir að skipta það mjög miklu máli. Þetta þeir eru orðin svona gamlir og farlama. Ég líti á þetta svona sem félagsmiðstöð. Hérna koma allir, hérna hittist fólk og þetta æðislegt framtak. Æðislegt, bara flott. En hvernig fóruð þið að í síðastliðin vetur þegar engin verslun var? Það var bara gert eins og gert í hvað stóð í gamla daga, farið í búð einu sinni í mánuði. Það var alveg nóg? Já. Við óskum Borgfirðingum til hamingju með þessa frábæru nýju verslun og vonum að sem flestir leggi leið sína þangað í framtíðinni. Núna ætlum við að gefa ykkur smá stund til þess að fara inn á netið og bóka ferðina á Borgarfjörð Eystri og við tökum okkur hlé á meðan. Ég fór sjálfur á Borgarfjörð Eystra á þessu ári og þá var gistiheimilið Blábjörg fyrir valinu. Staðsetningin þar algjörlega frábær í fjöruborðinu, maður getur setið í hitapottunum og fengið sjóinn yfir sig. Við ætlum að kíkja þangað í þessu innslagi. Í gamla frystihúsinu í miðju Bakkagerði á Borgarfirði Eystri stendur í dag gistiheimilið Blábjörg. Húsið var byggt árið 1946 og hófst vinnsla þar 2 árum síðar, en lagðist af seint á árinu 1991. Húsið stóð að mestu ónotað eða allt þar til núverandi eigendur, hjónin Auður Vala Gunnarsdóttir og Helgi Sigurðsson, keyptu húsið. Sko, við kaupum húsið 2006 og opnum fyrst 2011. Þá opnum við gistihús hérna á efri hæðinni
og síðan höfum við bara verið að gera þetta svona bara jafnt og þétt. Svona, það er alltaf eitthvað gerst á hverju ári og það var svo bara hitt í fyrra sem að við opnum þá síðasta hlutan, þá veitingahús og eldhús og móttöku og 2 íbúðir til viðbótar. En við erum ekkert búin enn. Við gefum okkur alveg 3 til 5 ár til viðbótar að klára þetta eins og við viljum sjá þetta. Og þá er ég svona að tala líka umhverfi hér í kring og svona bara til að fá þetta allt alveg tipp-topp. En þetta er búið að vera rosa mikið vinna og við höfum fengið að heyra mjög mikið hvort sé ekki lagi með okkur, hvort þeim sé bara rugluð. En er ekki bara alltaf einhverju ruglaðir sem gera eitthvað skemmtilegt? Hvað sáuð þið hérna í þessu húsi sem að leit nú ekkert sérstaklega vel út svona áður en að uppbyggingin hófst? Nei, þetta svona, kom svolítið óvart upp í hendunar á okkur. Móðir mín var með hús hérna, átti svona sumarhús eða hús hérna við hliðina og það var svona eiginlega hún og maðurinn minn sem ákvað bara okkur bara kaupum við ekki bara gaman frystihúsið. Og þannig að þetta kom svolítið þannig upp í hendunar á okkur. En við sáum náttúrulega alltaf staðsetninguna. Hún er náttúrulega alveg frábær á þessu gamla húsi og við náttúrulega vissum ekki hvað ætlum að fara að gera. Það var alveg bara, þú veist, við ákveðum bara að slá til og svo hefur þetta bara svona komið hægt og bítandi. Og ég svona, eins og þeir í dag, þá finnst mér eiginlega ótrúlegt hvað til hefur tekist með hvað við vissum ekkert hvað við varum að fara að gera og við vissum ekkert út í hvað við varum að fara. Fyrir utan það að þetta var svona eiginlega bara svona áhugamál hjá okkur hjónunum. Staðsetningin er alveg hreint einstök en hefur á móti sínar áskoranir að bera. Þar sem Borgarfjörður Eystri er dágóðan spotta fyrir utan þjóðveg 1. Þeir sem koma Borgarfjörð, þeir upplifa bara eitthvað sérstakt. Því hérna Borgarfjörði það er svo mikil kraftur í þessu firði. Bara sjórinn, fjöllin og ég vil svona meina að þetta er svona svolítið, þú sér svolítið gamla íslenska sjávarþorpi hérna líka. Þetta er svolítið Ísland sem við sjáum hér. Þannig að ég svona, allir sem koma hingað þeir bara svona vilja eiginlega ekki fara. Þannig að mér finnst það er sérstæða hérna og fólk finnur það. Fjarlægðin frá þjóðveg 1, hún gefur líka þessa sérstöðu og þessa kyrrð og ró sem er líka bara kostur. Að sjálfsögðu og ég svona segi fyrir mig að þú veist að maður vill fá ferðamanninn en ég vil ekki fá neitt massa túrisma hér því að við viljum, eða ég vil að halda þennan karakter sem að þetta þorp býður upp á sem ég tel vera mjög mikilvægt. Upplifunin tegir þá einnig anga sína inn á við þar sem búið er að koma fyrir ýmsum munum úr heimabyggð eftir kúnstarinnar reglum. Þegar við vorum sem sagt að byggja þetta upp þá vildum við svona reyna að halda sem mest í frystihúsið og hérna reyna að halda þeim karakter sem er hérna inni og reyna að fá einhverja hlýju líka. Síðan náttúrulega fannst mér mjög eðlilegt að nýta Hafþórsnjól sem er hérðan, að við höfum allar ljósmyndir eru eftir hann og bara af svæðinu hérna á Borgarfirði Eystra. Svo erum við með, þú veist þess að til dæmis púðurherbergin eftir móður mína, það er hreindýraskina sem náttúrulega er í náttúrunni hérna. Og síðan er önnur kona sem heitir Hulda og býr í Egilsstöðum og hún er til þess að vera með alla snaga sem er bara gegnum gangandi. Þar erum við með hérna horn af rollum og það er náttúrulega sauðfjárrækt er ríkjandi á þessu svæði. Þannig við svona reynt að tengja svolítið við það sem er í gangi hérna á svæðinu. Borgarfjörður Eystri er þekktur fyrir mikið og fjölbreytt fuglalíf og Blábjörgu þarf ekki leita langt til að komast í tæri við það. Því það er bókstaflega við Ternarámanni. Og við fáum rosalega mikið að fugla áhuga fólki. Og erum með bækur og allt þetta, þannig að fólk getur verið með glugga og með kíkir og svona. Þannig að við höfum fengið mjög mikið að fugla áhuga fólki og fólki sem vill svona vera í tengslu við náttúruna. Og svo náttúrulega eins og hér, þú veist, selitin hafa verið að koma hérna bara, þú veist, eitt sumari vorum við með sel sem var nú bara hérna eiginlega bara niður við pottinn. Og hvalitin í fyrra voru synda hérna fyrir framan, þetta var ofsalega mikil upplifun. En náttúran er ofsalega sterk hérna. Það er ekkert alltaf bara sumar og sól sem er eina sem að selur. Það er líka ákveðin náttúruupplifun að vera hérna í þokunni eða svona ævintýrablæðir yfir því. Ég meina eins og fólk hér, þú veist, að sitja í þokunni, fá brimið hérna alveg, sko brimið kemur alveg hérna upp á húsina þegar við erum það nálægt sjávarmálinu og hérna norðurljósin, stjörnunar, hér er náttúrulega engin ljósamengun, þannig að þú stjörnunar er mjög sterkar og þetta er bara ótrúlega hvað fólk er að horfa á hérna sem það hefur kannski ekki í sínu heimalandi. Þannig að ég tel að við erum mjög sterk hér á Borgarfirði.
Það er sannarlega mikið ævintýri að heimsækja Borgarfjörð eystri. Náttúran hérna er náttúrulega stórfengleg og maður keyrir ekki hérna í gegn á þess að heimsækja Hólmann og kíkja á Lundann. En það er svo margt annað sem hægt er að gera hérna og skoða. Sem gestur hérna á svæðinu, með hverju mælir þú að maður fari að skoða þegar maður er á Borgarfirði eystri? Sko, ég myndi alltaf byrja að taka stutta bæjargöngu og labba í gegnum þorpið. Það er alveg æðislegt að sjá það. Það er Lindabakki og það er ýmislegt að sjá. Drottning álfanna, hún býr í Álfaborginni. Svo er Kjarval, hann málaði altaristöfluna í kirkjunni. Og svo er að bætast við alls konar afþreying. Það er komið kajaklega, það er að koma núna í vor, þá kemur fjallahjólalega, sem streiðhjól. Og við á Blábjörgum er komið gönguskíði og snjóþrúgur. Og svo er náttúrulega hérna gönguferðirnar Víkur. Það er sem sagt á milli Borgarfjarðar og Seyðisfjarðar raun og veru. Það er náttúran hérna allt í kring, þannig að það er verið að búa til afþreyingu til þess að njóta náttúrunnar á mismunandi hátt. Já, og það er alltaf að aukast. Það er núna í sumar, þá verður í fyrsta skipti boðið fjallahjól og það eru alls konar leiðir til þess. Svo eru það gönguferðir, það er kajakleiga í boði. Og svo var verið að kaupa hérna á Blábjörgum, þá var verið að kaupa snjóþrúgur og gönguskíði. Þannig að þá reyna að búa til einhvers konar pakka í sambandi við það. Eða fólk getur komið sem einstaklingar og lekt sér skíði eða þrúgur. Og þá skíðaþrúgur, það er verið að hugsa heilsárstúrisma þar? Algjörlega. Já, þá er það hægt að fara sérstaklega á veturnar, sko. Það er að reyna að byggja það upp og auka afþreyinguna á veturnar. Þó að norðurljósin og brimið sé frábært, sko. Og svo er hérna eins og núna, við erum í fjörunni og hérna eru fuglarnir bara alveg við okkur. Það er mikið fuglalíf hérna. Það er mjög mikið fuglalíf. Það er sko, hérna eru við með æðarköllurnar og svo er það tjaldurinn. Svo er það lundinn út í Hólma. Það er æðislegt að eyða kvöldunum þar sérstaklega. Þar er alveg, þó er hann í 100-tali. Fyrst þú nefnir Hólmann, það er svona, hefur verið aðdráttaraflið í dálítinn tíma fyrir þennan stað? Já, það er mjög mikið. Það er sko ofsalega mikið hlutfall ferðamanna sem koma bara til þess að sjá lundann. Þannig að það er einmitt þá að við séum með eitthvað fjölbreyttara en það og getum einhvern veginn komið því fram að fólk stoppi þá kannski lengur. Sé einmitt, já, ekki bara að skoða lundann. Svo er það líka kyrrðin og róin því að maður varla sér bíl á ferð hérna. Nei, við erum ekki mörg sem búum hérna, þannig að það er einmitt friður og ró. Svo bætist við túrismin á sumrin, en svo á veturnar þá er það oft sko eins og bara brimið. Bara sitja og hlusta á brimið, það getur verið alveg sérupplifun fyrir sig. Nú hefur þú verið í samskiptum við þessa ferðamenn sem hefur að koma hérna inn á svæðið. Hljóðið í erlendu ferðamönnum, hvað er það helsta sem þeir taka eftir og er að nefna þegar þeir eru að koma hingað? Sko, ég held sko þó þau komi kannski út á lundanum, þá kemur það kannski mest á óvart einmitt hvað þetta er lítið, hvað þetta er fámænt og hvað þetta er friðsælt. Og það er gjarnan að fólk sem ætlaði kannski ekki gista hérna stoppa lengur. Við erum náttúrulega bara 70 km frá þjóðvegi 1 en við erum samt svona frekar afskekkt þannig sko. Ég held að það komi fólki svona oft mjög óvart. En fyrir þig sjálfa, hvað er það helst? Er það þessi náttúra hérna í kring? Hafið og fjöllin. Það er það. Mér finnst ofsalega gott að vera hérna. Það er eitthvað orka í náttúrunni og álfunum eða, já. Til þess að ná þessari orku, það er ekkert nóg að keyra bara hérna í gegn. Maður verður að gefa sér smá tíma í. Já, maður verður að stoppa. Maður verður að kíkja á Álfaborgina, maður verður að fara út í Hólma, skoða, fara í gegnum þorpið. Þú þarft eiginlega að stoppa svona, já. Til þess að fá smá tilfinninguna. Þú veist það bara sjálfur þegar þú keyrir í gegnum ykkur þorp, sko. Þú ferð ekkert bara með því að keyra í gegn. Og þessar ferðir sem eru í boði hérna, þetta eru heimamenn sem eru að bjóða upp á eins og kajakferðirnar og gönguferðirnar, fólki sem þekki svæðið. Já, það er vísum mjög erlenda túrista og gönguferðirnar er það mjög margir á sunnan sem eru með þær. En við höfum leiðsögumenn hérna, mjög flotta leiðsögumenn sem þekki þetta inn og út. Landfræðinga og jarðfræðinga og alls konar ferðamálafræðinga og alls konar fólk. Kajakarnir, það er heimamaður. Fjallahjólinn, hann er að flytja hingað og á mjög mikla tengingu hingað. Þannig að þetta er, já, allt saman. Þannig að það er alveg hægt að koma hérna á sumrin á annað en bara bræðsluna? Algjörlega. Það er miklu meira í boði. Þó bræðsla sé frábær út af fyrir sig. Þá komum við að lokum hjá okkur í þessum þætti. Þið sem eru að fara á bræðsluna, ég óska ykkur bara góðrar skemmtunar. Þið það eru allir dagar ársins góðir dagar til þess að heimsækja Borgarfjörð eystra.